Þegar maður tekur íbúðalán ekki nóg að vita muninn á verðtryggðu og óverðtryggðu láni, heldur það maður líka taka ákvörðun hvort maður vilji hafa lánið með jöfnum afborgunum eða jöfnum greiðslum. Sko, jafnar greiðslur eru þannig að þú ert í rauninni alltaf að borga sömu upphæðina á mánuði. Þannig að þú byrjar í rauninni að borga lítið af höfuðstólnum og meira í vexti og svo breytist það eftir því sem að lánstíminn líður. Þannig að þegar líður að lokum á láninu þínu að þá hlutfallið búið að skiptast. Jafnar afborganir, það þýðir það að þú ert alltaf að borga sömu upphæðina af höfuðstólnum á láninu á mánuði en síðan bætast ofan á þá vextir. Þannig að afborgunin í upphafi lánstíma er hærri heldur en á jöfnum greiðslum en svo fer hún lækkandi í rauninni eftir því sem að líður á lánstíman. Jafnar greiðslur henta þeim sem vilja vera með lága greiðslubyrði. Og jafnar afborganir henta þeim sem vilja borga mikið í byrjun og sjá hraðari eignamyndun. Sumir eru ekkert að spá í hver munurinn er, horfa bara í fyrsta gjalddagann. En auðvitað er mismunandi bara kostnaður við lánið eftir því hvort þú tekur jafnar greiðslur og jafnar afborganir. En það er ekkert hægt að segja að segja eitthvað eitt rétt í þessu. En ég hvet fólk til að kynna sér þetta áður en að tekur lán. Hvernig virkar greiðslumat? Hvað er greiðslumat? Greiðslumat er eiginlega fyrirbæri til þess að tryggja allt sé í lagi. Lánastofnunin gerir greiðslumat til þess að vera viss að þú getur staðið í skilum. Það er líka verið að tryggja það að það sé allt í lagi fyrir þig. Þú ráðir við þetta og að lánastofnunin sé viss að hún fái sitt þegar upp er staðið. Þessu tilviki er verið að skoða hversu hæfur ertu til þess að borga þetta lán sem að þú ert að taka. Það getur vel verið að setja með einhver önnur lán á undan, þau eru alltaf bara tekið með og getur vel verið að þú sért með það miklar tekjur og þú getur leikandi borgað það þessu öllu saman. En markmiðið er að fá heildarmynd það hvort að þú ræður við það sem þú ert að fara að gera í þessu tilviki. Það að kaupa íbúð getur verið ansi erfitt og þá sérstaklega til að byrja með vegna þess að maður þarf að eiga fyrir útborgun sem getur verið 15% af kaupverði. Þannig að segjum allir að kaupa 40 milljón króna íbúð þá ertu að eiga 6 milljónir upp í útborgun. Útborgunin er þá í rauninni sá hluti sem þú eignast strax í eigninni. Þannig að eftir því sem útborgunin er hærri því meira eignastu strax í íbúðinni sem þýðir það að þú tekur lægra lán sem þýðir lægri afborganir á mánuði og lægri vextir. Þannig að þegar á hólminn er komið þá er það ódýrara fyrir fólk að gera það. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að reyna að safna sem mestu í útborgun þannig að hitt fylgja á eftir. Það getur verið strembið að eiga fyrir útborgun, sérstaklega þegar maður er ungur og með lágar tekjur. Þess vegna eru margir sem nýta sér séreignarsparnaðinn. Ýmsar leiðir eru til að nýta séreignarsparnaðinn við kaupum á fyrstu eign. Til dæmis er hægt að nota uppsafnaðan séreignarsparnað skattfrjálst upp í útborgun á fyrstu eign. Það er líka hægt að nýta séreignarsparnaðinn til þess að greiða mánaðarlega beint inn á höfuðstól lánsins. Svo er hægt að blanda þessu saman, það er að segja nýta uppsafnaðan séreignarsparnað upp í útborgun og íbúð og í framhaldinu greiða mánaðarlega inn á höfuðstól lánsins. Þetta úrræði getur margborgað sig fyrir fyrstu kaupendur. Ef einstaklingur er með 500.000 í mánaðarlaun og greiðir 4% í séreignarsparnað, þá fara 30.000 beint inn á höfuðstól lánsins en útborguð laun lækka aðeins 12.612 krónur. Fólk hefur 10 ára tímabil, yfir 10 ára tímabil, má nýta iðgjöldin sem að fara inn í viðbótarlífeyrissparnað annaðhvort til þess að greiða inn á lán sem að var tekið til íbúðarkaupana eða taka upphæðina út sem að hefur safnast þegar að maður kaupir. Og það er rauninni ágætt að horfa á þessi 10 ári rauninni svona eins og sleða á vissan hátt og þá virkar það þannig að þegar að maður kaupir fasteign að þá gæti ég þá myndi ég horfa, ég er búin að vera að greiða í viðbótarlífeyrissparnað í einhver ár. Ég ætla að taka út það sem ég hef safnað á síðastliðnum 3 árum, nýta það til þess að hjálpa mér að pljúfa útborgunina þegar ég kaupi og þá þýðir það því ég er búin að nýta 3 ár að ég á 7 ár eftir og þau 7 ár ætla ég að nýta til þess að greiða jafnt og þétt inn á höfuðstólinn á láninu og lækka hann þannig og eignast þá í rauninni meira í íbúðinni hraðar. Já, það er ansi margir hluti sem maður þarf að hafa í huga við fyrstu íbúðarkaup. Og þess vegna er mjög gott að vera vel undirbúin.
Give me money.